Komið í sæl. Það var ánægja að vísu nokkuð mikil áskorun en ánægja að fá boðum eða beiðnum að koma til ykkar á þetta umræðukvöld. Ég þekkti nú ekki til þessara bókar neitt fyrir. Ég titlaði heimspekingur í auglýsingunni fyrir kvöldi í kvöld og það nú þannig með heimspekingana að þetta ekki verndað starfsheiti og það getur hver sem kallað sig heimspeking og hún sýnir svo, hann heldur hann að sé það. Og meira segja var hundur í Skagafirði sem var heimspekingur sem að Hjörleifur á Gilsbakka átti, eða þekki til í Skagafirði. Og hundurinn var semst heimspekingur og kötturinn var hundurinn Snati og kötturinn var hagmæltur og orti flest allar vísur sem að Hjörleifur fór með. En mér langaði kannski líka bara að kynna mig til leiks sem leikmann af því ég að koma á völl kirkjunnar. Þá langaði mér líka svona að koma sem slíkur. Þó ég hafi lagt stunda á heimspeki og lært heimspeki og hugsi bara dálítið heimspeki þrátt fyrir svona annir í öðrum störfum daglega dags. Og takir reyndar stundum að mér að tala svona á fundum og ráðstefnum og svona og þurfi þessna og ég segi gjarnan já til þess að pína mig til þess að hugsa eins og í kvöld. Þá hef ég kannski ekki hugsað svo mikið Guð. Það kannski stundum segjum við heimspekingarnir að guðfræðingarnir forðist heimspekina. Kannski einhver lítið gagnkvæmt að heimspekingarnir forðast guðfræðina. Og fyrir vikið þá eru þessar greinar kannski svolítið hver í sínu horninu. Það gerðist hins vegar svona í mínu lífi, svo ég haldi aðeins að taka svona persónulega vinkilinn á þetta. Ég hef semst ekki mikið hugsað svona skipulega. Hugmyndin auðvitað alltaf þarna og ég kannski alltaf að takast á við hana. Svo gerðist það fyrir fáeinum árum síðan að sonur minn, þrjú börn og strákunum með 2, hann tók ákvörðun að fermast ekki. Og það var svolítið sjokk í fjölskyldunni, orðaði þannig. Og ég segi nú ekki að það komi mér alveg óvart svona með hvernig hann að gerð, en samt var það pínu sjokk. Og það sem gerðist jafnframt var að það að hann skildi lýsa sig trúlausan og vildi ekki fermast, það kallaði á svona gamlar og nýjar spurningar hjá mér mína eigin trú, bara hvað finnst mér. Ég tók svona skrens á honum þegar hann var að ákveða þetta haustið, að svona prófa að gefa honum alls konar afslætti og segja honum að það væri fullt af fólki sem léti ferma sig þó að það væri ekki vist. Það væri einhver slatt af fólki sem færi til messu en væri ekkert endilega vist í sinni sök. Það væri hægt að vera í kirkjunni jafnvel þó maður væri ekki viss, það væri hægt að vera í kirkjunni sem samfélagi og svona. Hann keypti ekkert af þessu. Og eins og segi, þetta svona vakti mig til mjög mikillar umhugsunar. Ég spurði svona spurninga eins og þarna, trúi ég raunverulega á meðfæðinguna, trúi ég raunverulega að Jesú Kristur sé einkasonur Guðs, hann sé engillinn. Hann sé í raun og sann sonur Guðs, trúi ég því í alvörunni sem staðreynd. Og ef ég trúi því ekki get ég þá kallað mig kristinn, er einhver afsláttur þarna. Verði ég ekki að trúa þessu bara skefjalaust til þess að geta kallað mig kristinn. Svona spurningar. Og ég segi hann innan svig að látum vera með staðhæfingar Gamla testamenti sem eins og þið þekki eru margar kannski ennþá svona tormeltari eða erfiðar sett sig við. Og svo spurði ég einfaldlega, ég hluta kristinni kirkju því ég sannlega í þjóðkirkjunni bara vegna þess að það hið hefðbundna, þar eru allir. Ég gekk hinn hefðbundna veg og ennþá í þessu félagi. En þetta vildi ég segja ykkur bara svona þannig að þið skiljið að ég kem þetta áskorun, ég hef ekki ástundað svona skipulega hugsun eins og margt annað sem ég hef fengist við, eins og siðfræðileg viðfangsefni og svona, sem ég hef hugsað miklu meira, skipulegar og lesið miklu meira og svo framvegis.
og því að Guðmundur nefndi hérna mættust kannski aðeins sko guðfræðin kemur inn í þetta og svona viska kirkjunar og ég bind svolítið vonu við það. En ef við snúum okkur þá að spurningu kvöldsins, ég lék mér að því að breyta henni svona, var Guð fundinn upp eða var hann uppgötvaður? Þetta svona svolítið spurning kvöldsins, það er að segja, var hann allan tímann? Er hann þarna? Þó við ætlum í raun og ekki að tala tilvist Guðs í kvöld, heldur bara meira hvernig við tölum hann. Eða byggum við hann til? Var hann fundinn upp eða var hann uppgötvaður? Er hann eins og Grænland sem varð hann allan tímann, jável þó engin vissi af hann, skiljið. Svo var bara Grænland uppgötvað í dag, eða Ameríka, og svo framvegis. Þannig að það er svona önnur leið til að orða þessa spurningu sem við erum að fást við. Er manneskjan í Guðs mynd eða Guð mótaður manneskjunni? Og ég leyfi mér svona að segja að spurningin Guð eru spurningarnar Guð. Það er að segja, sama á hvort veginn við skiljum þetta, hvort sem við teljum að manneskjan sé mótuð í mynd Guðs eða öfugt, þá eru uppspretturnar mjög margar. Við þekkjum eins og til dæmis í fjölgyðistrú þar sem að guðirnir eru einfaldlega margir og það endurspeglar að uppspretta hugmyndirnar Guð, sama hvað hann komin, geta verið mjög margar. Kannski í seinni tíð þá höfum við, og kannski alltaf, og bænin sem að Guðmundur las í byrjun, hún var einmitt af svona persónulegum Guð sem þú hittir á hverju degi, umhyggjusamur Guð, umhyggjusamur faðir, sem elskar mig á hverjum degi, sem bara ein af ótal myndum af Guði og þá sprottinn af hugmyndinu gæsku, væntanlega hugmyndinu Guð sem algóður og með okkur í persónulegu lífi, en ekki hugmyndinu hinn stóra mikla Guð, hinn óræða Guð og svo framvegis. Uppsprettur margvíslegar eins og ég segi þarna, og eitt mjög algengt sjónarhorn sem að maður finnur oft af því að þegar til dæmis fólk tekst á við efasemdir sínar Guð, hver hann eða hreinlega tilvist hans, að þá hef ég orðið var við, og ég hef stundum lent þar sjálfur, þá segir maður allt í lagi, ég ekkert viss með fæðingu Krists, ég ekkert viss hvernig sköpun heimsins kom til, ég ekkert viss að margir eru löngu búnir að afgreiða hugmynd Gamla testamentisins hvernig heimurinn var til og þetta frá sér og segja bara, nei, ég komi bara með miklu nútímalegri hugmyndir það í gegnum vísindin. Svo segir maður, ég held að sé samt nauðsynlegt að halda í hugmyndina Guð sem svona gæðastjóra í heiminum, sem hinn algóða, sá sem þekkir hið góða. Og þarna enda, þið mótmæli mér núna eða eftir ef þetta bara bull hjá mér. En ég veit að mjög margir hafa svona hugmyndu Guð og hún kannski skyld þessari sem birtist í bæninni hans Kierkegaard sem að Guðmundur las. En ein spurningin, eitt sjónarhornið á Guð frumspekilegt og það frumspeki bara einfaldlega ein grein heimspekinnar og mig langar að segja ykkur aðeins frá frumspekinni áður en lengra haldi. Og ástæðan fyrir að ég ætla að segja ykkur aðeins frá frumspekinni að ef að þið gluggi í bókina hans Halldórs þá sjáið þið að hann hverfur eiginlega strax frá, hann segir einhverstaðar, ég tala þá eftir að hann segir einhverstaðar að hann ætli ekki að fara leið heimspekingana, hann ætlar að fara hina alþýðlegu leið og þess vegna langar mig að segja ykkur aðeins frá leið heimspekingana áður en að ég rek aðeins hvað hann Halldór segir svo sjálfur í kaflanum, að ég fer aðeins í þetta líka. Aðeins fyrir bara hvað frumspeki og eins og ég, heimspekin skiptist í nokkrar greinar og við getum sagt að svona undirstöðu grein heimspekinnar frumspeki. Stundum sagt að þarna verði heimspekin hvað háfleygust. Þarna svífur hún oft hvað mest í skýjum. Það er að hluta til rétt en það er kannski að hluta til líka svolítið misskilningur því að það fyrir alveg eftir í bara hvaða sviði frumspekin að vinna. En sannarlega verið að spurja mjög mikillar grundvallar spurninga heiminn.
Það segja, og ef við einföldum segjum við að grunnspurningar frumspekinnar eru þessar: hvaða hlutir eru eða fyrirbæri eru til í heiminum og hvers eðlis eru þeir? Bara hvað er til og hvers eðlis er það? Og þetta kann að hljóma kjánalega, það vil segja, er ekki alveg nokkuð augljóst hvað er til. Það sé, bara lítum í kringum okkur, þá er fullt af hlutum til. En ef maður hugsa málið bara augnablik lengur, að þá kemur ljós að svarið eða svörin eru alls ekki eins augljós eins og virðist. Ímynduðum okkur að hingað hefði verið boðið með mér til dæmis eðlisfræðingi, kjarneðlisfræðingi, og við hefðum verið að velta þessar spurningu fyrir okkur: hvaða hlutir eru til í heiminum og hvers eðlis eru þeir? Þá hefði hann sagt: heimurinn eins og hann lítur út fyrir að vera núna, hérna í kvöld, þar sem við sitjum, er einmitt bara eins og hann lítur út fyrir að vera. Þetta er ekki heimurinn eins og hann er í raun og veru. Hér virðist vera borð og það virðist hafa ákveðna áferð. Það er hart og það er einhvern veginn í laginn og það er einhvern veginn á litinn og svo framvegis. Hann myndi segja: í raun og veru er þetta borð samsett úr frumeindum. Fyrsta leið samsett úr frumefnum, og frumefnin eru samsett úr frumeindum, og svo er þetta að skipta frumeindunum niður í svo og svo marga parta og svo framvegis. Það er hinn sanni veruleiki. Það sem við sjáum er eins og sýnist vera, en hinn sanni veruleiki er allt öðruvísi. Svo getum við bara ganni hugsað okkur að hann væri búinn að finna upp svona gleraugu sem gerði okkur kleift að sjá frumeindaheiminn. Það var erfitt að ímynda sér nákvæmlega hvernig það myndi líta út. Við getum ímynda okkur að hann myndi útdeila bara glerugum, hringinn, og við myndum setja þau upp og svo getum við prófað að ímynda okkur hvað við myndum sjá. Við myndum í raun og veru ekki sjá neitt fast efni, við myndum sjá svona sveima af frumeindum, við myndum sjá kannski sameindirnar, ég myndi sjá ykkur sem svona sveimi á reiki, einhvern veginn. Við getum ímyndað okkur það. Og eðlisfræðingurinn myndi halda það fram: þetta eru hlutirnir sem eru til í heiminum, það eru frumeindir. Það eru hlutirnir sem eru til í heiminum. Og svo myndi hann reyna að lýsa eðli þeirra, og eins og maður þekkir maður lært pínlítið í eðlisfræði. Það er kjarni og svo er rafeind sem að sveima hringinn og svo er þetta að kljúfa það ennþá meira niður og svona. Ég ætla ekki að fara lengur út í það. En bara til þess að draga fram að spurning frumspekinnar er ekki svo galin. Grófum dráttum má skipta svörunum við þessum spurningum í tvennt. Það er annars vegar einhyggja og hins vegar tvíhyggja. Tvíhyggjan segir bara: veruleikinn, það sem er til, fyrirbæri heimsins, eru bæði efnisleg, eins og eðlisfræðingurinn myndi fallast á, en þau eru líka andleg. Það er einhver hluti veruleikans sem er ekki efni, sem er óefnislegur í einhverju skilningi. Hinum megin eins og einhyggjan, þar sem menn segja heimurinn er bara efni, hann er ekkert nema efni, í honum er ekkert andlegt, í honum er ekkert óefnislegt. Eða hughyggjan sem er sjaldgæfari en birtist til dæmis í austrænu trúarbrögðum, þegar menn segja hinn sanni veruleiki er í raun og veru óefnislegur. Hinn sanni veruleiki er í raun og veru andlegur. Og þetta er auðvitað eldgömul hugmynd. Kannski, ég ætla ekki að fara nánar út í það, ekki allavega að sinni. Það myndi halda ykkur hér alveg yfir mér malandi hálftíma of lengi. En ef við skoðum bara tvíhyggjuna aftur, þá er svona einfaldasta útgáfan af tvíhyggju sú hugmynd að maðurinn sé annars vegar efni og hins vegar sál. Hann er efni sem hefur sál. Og svo eru alls konar útgáfur af þessari tvíhyggju. Sumir tvíhyggjumenn eru trúaðir og trúa að sálinn geti haft sjálfstætt líf, sem er svona grunnhugmyndin í kristninni eins og hún birtist núna. Svo er til tvíhyggjumenn sem trúa ekki framhaldslíf, sem segja bara: jú, maðurinn er efni, en það er líka einhver hluti af okkur sem er óefnislegur, en þegar líkaminn deyr, þá deyr líka eða hverfur þessi óefnislegi hluti af okkur. Þannig að það er ekki sama sem virkir með þess að trúa á líkama og sál og að trúa svo framhaldslíf. Það getur verið tvennt og er svolítið mikilvægt að muna eftir því. En við erum þá, ef við erum kristin, þá erum við í einhverjum svona skilningi tvíhyggju fólk.
við trúum þá væntanlega á líkama og sál og við trúum á einhverja stærri hugmynd það sem óefnislegt og það þá Guð, það þá einhver andi í heiminum. Það ekki bara efnið sem við sjáum og lifum í, það einhver óefnislegur hluti heimsins andi. Svo eins og þið þekkið mismunandi, andinn hluti af heiminum, hann handan þessa heims og svo framvegis. Og spurningin frá barninu sem spurði mamma, Guð allstaðar? Og mamma sagði þetta eins og maður segir við börn, já, hann eiginlega allstaðar, hann sem sagt, hann ósýnilegur, hann allstaðar og hann alltaf hjá okkur. Og þá spyrum við þetta barnið, svona þessari eðlisfræðilegu spurningar, en þetta þá þannig að þegar ég kem inn í eldhúsið, þá fer svolítið að Guði út fyrir eldhúsinu. Og þetta mjög, stundum einmitt mjög gagnlegt held ég að hugsa svona risastórar hugmyndir, eins og hugmyndir Guð, með eiginlega augum barnsins, eða aðferðum barnsins. Ég held að það fullkomlega í lagi að spurja barnslegra spurninga eðli Guðs. Við ætlum ekki að tala tilvist Guðs í kvöld. Það alveg að sleppa þeirri spurningu. Og náttúrulega spurningarnar sem þeir lögðu fyrir mig félagarnir náttúrulega brjálæðislega umfangsmiklar. Svo við höfum það alveg á hreinu. En þetta sem sagt frumspekin og þarna sjáum við hvernig spurningin Guð, bæði tilvistina, þó við ætlum ekki að tala hana, og eðlið, hvernig hann, frumspekilegt viðfangsefni. Og mér finnst pínu, svo ég gagnrýni pínu Halldór, finnst hann pínu skauta fram hjá því. Það hefði verið gaman ef hann hefði tekið aðeins svona meira heimspeki línuna. En það erfitt og það flókið, það snúið. Og svo var ég líka að fletta bókina, bara því ég man það, þetta sjálfsögðu ekki hluti af mínu efni. En ég var aðeins að fletta efnisheimildina því ég ekki búinn að lesa hana alla. Ég saknaði þess pínu að það væri ekki eitthvað kristni trú og vísindi. Eitthvað svoleiðis. Ég sá að það um alþjóðahyggjuna, aftast, nattvæddur heimur og svona. En ekkert kristni trú og vísindi sem brýnd. Samt eitt dæmi áður en ég hverf frá þessari glæru. Það stundum sagt, af því við varum að tala sálina og hugmyndin að við séum bæði efni og sál, það stundum sagt, þið kannist við bara orð eins og sálsýki, að vera sjúkur á sálinni, að vera sinnisveikur og svo framvegis. Það þá einhver krankleiki sem hrjáir mann sem einstakling, en ekki líkamlegu krankleiki, heldur eitthvað sem tilheyrir sálinni. Og eitt af því sem að menn hafa bent á, sem hafa áhuga á sambandi lífeðlisfræði og sálarinnar, þeir vilja meina að lífeðlisfræðin, og þetta tengist aðeins þessar pælingum vísindin og tengsl vísindanna og hins andlega veruleika, að lífeðlisfræðin hafi minnkað plássi fyrir sálina. Þess að til dæmis að því að nefndi sjúkdóma, að það voru fleiri og fleiri sjúkdómar sem ekki lengur skilgreindir sem krankleiki á sálinni, heldur krankleiki í höfðinu eða krankleiki í því hvernig boðefni fara heilann og svo framvegis. Og með því að gleypa einhvert efni, töflu, að þá sé hægt að laga vandamálið. Þannig að vandamálið sé efnislegt en ekki óefnislegt. Lífeðlisfræðin hefur ekki rutt burtu öllum vandamálum sem við köllum eða tengjum við sálina, en hefur minnkað þetta svæði mjög mikið. Bara nýjar og nýjar uppgötvanir samband efnis og þess hvernig okkur líður hafa minnkað þetta pláss. En ég alls ekki að segja að það hafi gert úthæfi hugmyndir sálina, alls ekki. Það má alltaf halda því fram að það sé eitthvað samband á milli efnis og sálarinnar og krankleiki sé þráttur alltaf með einhverjum hætti sálarinnar. Gríðarlega flóknar pælingar samband efnis og meðvitundar. Og ég var semd að menn efnishyggjuna, að maður sé bara efni, þeir spyrja gjarnan hvernig getur efni vitað af sér. Það pínu vandi að útskýra meðvitund, sjálfsmeðvitund, bara með aðferðum efnishyggjunnar. Önnur svona megingrein, og ég ætla ekki að stoppa lengi við þetta, megingrein heimspekinnar fræði og hún spyr bara hvernig getum við svara spurningu frumspekinnar. Hvað verður vitað? Frumspekin spyr hvers eðlis, hvaða hlutir eru til í heiminn og hvers eðlis eru þeir. Þekkingafræðin reynir að svara því hversu langt komumst við í
að svara þeim spurningum. Og þarna má skipta svörunum aftur í meginatriðum í tvennt. Það annars vegar algildishyggja og sem þá nokkurn veginn þessi skoðun, vísindi og fræði munu með tíð og tíma veit okkur endaleg svörum eðli veruleikans og svo hins vegar afstæðishyggja þekkinguna. Við munum aldrei komast að endalegu niðurstöðum, allt afstætt við staðsetningu í tíma og rúmi. Og þá má nú kannski segja að báðir möguleikar séu ómögulegir. Því að við myndum held ég áreiðanlega ekki vilja vakna upp einn daginn, bara þið vitið 28. júní á næsta ári og við myndum vita allt. Þá yrði bara allt vitað sem hægt að vita. Þannig ef algildishyggjan þekkingu rétt, þá þessi möguleiki fyrir hendi. Það er einn daginn, þá verði ekki lengur neinar spurningar. Það hrikalegt, það alveg hrikaleg tilhugsun. Að allt í einu verði ekki lengur neinar spurningar, því að spurningar eru það miklu meira gefandi heldur en svör. Aðrar megingreinar heimspekinnar, það rökfræðin sem að fæst við tengsl milli álíktana og svo siðfræðin sem ég nefndi aðeins áðan og sem að fæst við mannlega hegðun að svo miklu sem hún snertir aðra menn. Það bara hvaða reglur gilda mann á milli og kannski hefur svona á 20. öld hefur kannski hinn kristna kirkja tekið sér stærsta plássi þarna og sagst hafa mest fram að færa á sviði siðfræðinar. Og ég held að það sé nú kannski verið. Ef við förum bara aðeins í bókakaflann og ég svona sveiflast aðeins á milli þess að vera að tala Halldór og hvernig hann gerir þetta og svo skýst ég yfir svona í mínar eigin skoðanir og athugasemdir þess á milli og ég ætla ekkert að fara neitt rosalega nákvæmlega í hvernig hann fer ofan í þetta en svona í nokkrum atriðum. Hann einfaldlega auðvitað byrjar á að benda á sköpunarsöguna og það stendur einfaldlega að Guð hafi skapað manninn í sinni mynd. Það sé að við séum sköpuð í mynd Guðs og það sé ekki öfugt. Upprunalega komum við inn til í heiminum í hans mynd. Og svo bendir hann á að trúarbragðagagnrýni síðustu 2 alda hafi gjarnan komist að þessari niðurstöðu hér. Maðurinn skapaði Guð í sinni mynd. Guð bara okkar hugmynd, hún í einhverju skilningi sameiginleg hugmynd okkar, hann á sér ekki sjálfstæða tilvist utan þessa sameiginlega hugmyndaheims okkar. Þetta auðvitað bara 2 gjörólíkar nálganir og það liggur að ég megi ekki segja á sama hluti því að nálganirnar eru svo ólíkar að við erum ekki að tala um sama hluti. Guð sem hefur alltaf verið til, sem á sér tilvist utan einhvern veginn okkar síbreytilega veruleika eilífur annars vegar og hins vegar hugmyndin Guð sem eiginlega bara svona uppfinningu sem að við höfum komið okkur saman í einhverju skilningi og þetta svona þetta megin viðfangsefni kaflans hjá honum að svona velta vöngum. Hann svarar fyrst mér ekki spurningunni en enda kannski til mikils ætlast að hann svari henni en hann velti vöngum. Og hann segir einmitt þarna að spurningin, já ég segi það það eftir réttar að hafa víðara sjónarhorn heldur en Halldór gerir. Þetta semst ekki bara trúarbragðagagnrýni, þetta eru líka bara ofboðslega stórar breytingar í hugmyndaheimi okkar, í hugmyndum okkar heiminn. Það bara þróunarkenning Darwins og bara áhrifin sem hún hefur á hugmyndir okkar heiminn, bara hvernig heimurinn hófst og hvernig það þróaðist og svo framvegis. Það ennþá eldri uppgötvun sem sú uppgötvun að sólin í miðju sólkerfisins en ekki jörðin ekki miðja alheimsins sem að tók alveg nokkrar aldir að verða að síast og verða almennri þekkingu, eitthvað sem við meðhöndlum bara núna sem algildan sannleika sem ekki verður umbreytt. Þannig að þetta ekki bara, mér finnst ekki rétt hjá hann að segja þetta sé bara þeir sem að gagnrýndu trúarbrögðin á 19. og 20. öld og í lokin á 18. öld. Heldur líka bara nýjar fræðigreinar, ný nálgun við heiminn sem hafa ýmist ögrað trúarbrögðunum, ögrað hugmyndin Guð eða haft þau áhrif jafnvel að hún hefur bara breyst. Ef við tökum bara dæmi sem alveg nálægt okkur, við erum ekki að tala um upphaf 19. aldar sem í gær með við það,
þá getum við tekið bara kynjafræðina og feminisman og svo framvegis. Það bara ný fræðigrein og hugmyndaheimur fræðigreinarinnar að hafa áhrif á það hvernig við hugsum Guð. Það ekki víst að fræðigreininni sé endilega stefnt gegn Guði eða gegn trúarbrögðunum. Það bara, það kemst upp árekstur eða eitthvað sem passar ekki í augum þá feministana. Og svo segir hann að spurningin ekki hvort Guð sé til, hann ekkert að fjalla það í þessum kafla, þó að það sé auðvitað alveg svakalega áhugaverð spurning, að þá erfitt það nógu flókið að hugsa bara hvernig við ræðum Guð og hverju við trúum Guð, þó við séum ekki að flækja hérna spurninginu tilvistina inn í dæmi. Og það auðvitað, það þarna sem að heimspekin og trúarbragð heimspeki, af því það ein grein, kemur til sögunar. Heimspekin hefur þennan höfuðkost að geta fjallað efni, rannsakað efni, án þess að vera búin að komast að sannleikanum því. Þannig að heimspekin getur mjög auðveldlega tekið þátt í samræðu eðli Guðs, burtséð frá því hvort hann til. Þá segjum að sé til Guð, eins og Krakkinn sagði, segjum að Guð sé alls staðar, gefum okkur það. Það þá þannig að pínlítið á hann fari út úr eldhúsinu þegar ég ekki minn. Þannig við byrjað að tala eðli Guðs án þess að við erum búin að fullyrða tilvistina eða nákvæmlega hvernig hann En við erum að rannsaka. Hann nefnir svo bara þarna til sögunar hvernig Guð birtist með ólíkum hætti. Guð notað til að tjá hina altæku merkingu tilverunnar, háleitustu gildi og dýpsta skilning á raunveruleikanum. Þannig hann svolítið að tala þennan þessa frumspekilegu hugmynd Guð. Guð sem hið óþekkta, Guð sem hugmyndin það sem vantar inn í heiminn til þess að skilja hann til fullnustu. Guð og handan heimur Guðs sem það óþekkta í okkar eigin tilveru. Himnaríki kemur væntanlega hann til sögunar í þessu samhengi. Ágætur ég ætla nú ekki að útskýra hugmyndina en ég kendi mér maður í Skotlandi trúarbragð heimspeki sem héti skemmtilega nafni heimspekingur og héti skemmtilega nafni David Brain David Haley og hann hafði svona mjög skemmtilega frumspekilega hugmyndu, hann var mjög trúaður maður og heimspekingur og hann hafði svona hvað þið segir, guðfræðingarnir segja svona hugmynd. Hann hafði þá mynd af Guði, af aflinu Guð. Guð það afl sem heldur hlutum í tilvist. Það alveg hrikalega frumspekileg hugmynd. Það hann spyr bara, hvernig geta hlutir verið til í heiminum? Af hverju hverfa þeir ekki bara? Af hverju hverfur heimurinn ekki bara? Og hann hafði þessa mjög svona djúpu frumspekilegu hugmyndu Guð. Guð aflið sem heldur hlutunum í tilvist. Og það auðvitað að tengja þetta við eðlisfræði og andefni og allt þetta. Já. Ég ætla ekki að gera það núna. Og þetta svona endurtekning, þarna næsta lína. Guð grunnstærð í sköpunarverkinu annars vegar og hins vegar leiðsöguafl í persónulegu lífi. Eins og birtist í bænina hans Kierkegaards. Þannig eru gjör ólíka myndir af Guði. Annars vegar sem risavaxið afl í heiminum sem ræður örlögum hans í einhverjum skilningi og hins vegar þetta góða föðurlega afl sem við hlið okkar á hverju degi. Þannig bara heiminn og hafmíli. Svo hann að tala þetta að með upplýsingunni og sérstaklega þetta svona tekur alveg óbóðslegan sprett í lok 18. aldar og byrjun 19. aldar þegar að það koma fram nýjar fræðigreinar, heimspekin og fleiri fræðigreinar kljúfa sig frá trúarbrögðunum. Siðfræðin fer að reyna að gera sínar eigin tilraunir með hugmyndina gott og illt, með hugmyndina hið góða, án þess að vísa til Guðs, án þess að vísa til himnaríkis eða helvítis, án þess að vísa til afl sem er almáttugt og algott. Það verða til greinar eins og sálfræði og svo framvegis. Bara ofboðslegar breytingar í hugmyndaheimi okkar, svakalegar.
og margar tilraunirnar snerust að kljúfa sig frá trúarbrögðunum, frá kaþólsku kirkjunni kannski sérstaklega. Orðið fríþengjari var til. Norska leikritaskáldinu Henrik Ibsen sem mjög tíðrætt fríþengjara. Það eru þeir sem að reyna að byggja hugmynd heiminn án þess að vísa til Guðs, án þess að gera ráð fyrir Guði almáttugur. Og þarna koma fram nýjar kröfur til þekkingarinnar, að hún yrði að byggja á skynsemi og reynslu og við yrðum að varpa fyrir róða öllu sem ekki uppfyllir þau skilyrði. Þetta eru nýjar kröfur. Hann segir þarna, og fullir þetta, að trúarbragðagagnrýnin getur ekki rutt Guði úr vegi og trúarbrögðin get ekki sannað tilvist hans. Ég veit ekki hvort þetta er sáttasetning að hans hálfu, að hann segir bara við þurfum að skilja þetta. Að hann reyndar tekur eins og ég sagði þá tekur hann ekki vísindin neitt inn í, hann segir bara trúarbragðagagnrýni, hvort hann á við vísindin líka þar með, ég veit ekki, hann útskýrir það ekkert. En hann fullir líka að trúarbrögðin geta heldur ekki sannað tilvist Guðs. Og svo segir hann þarna aftur, ég legg meiri þunga á alþýðlegt efni heldur en það sem komið úr smiðju heimspekingana. Og svo segir hann þarna eitthvað sem að pirraði mig alveg óskaplega. Og ég ákvað að taka það beint upp úr kaflanum. Og hann segir að hann fjallar aðeins Nietzsche, hann fjallar aðeins Locke og fleiri spekinga frá þessum tíma. Og svo kemur hann með þessa ályktun í restina á einum millikaflanum sem samt ekki alveg í samræmi við það sem hann búinn að segja á það. Hann búinn að tala Nietzsche og við höfum heyrt Nietzsche og þessi fullyrðing Nietzsche sem sagði einfaldlega Guð dauður, við höfum drepið hann. Og efni í alveg 4 kvöld, 4 fyrirlestra. Bara að reyna að skilja hvað hann átti við. Og svo segir hann svona, þvert á móti sýndi 20. öldin hversu skaðleg hugmynd Nietzsches lífskraftin og réttin sterka til að ríkja yfir hinu veiku gat verið þegar hún var heimfærð á hugmyndafræði ríkjandi stjórnmálafla. Við erum vonandi bólusett gegn þeirri venju að tala að Guð sé með oss. Þið getið kannski skýrt það fyrir mér eftir, ég var ekki alveg viss hvað hann var að meina, en auðvitað gerðist það í einhverju skilningi að hugmyndir Nietzsches voru teknar í annað samhengi. Hugmyndir Nietzsches og nasismans eru til dæmis mjög oft tengdar saman. En það ósanngjarnt gagnvart Nietzsche, þess að hann var ekki að setja fram pólitíska kenningu. Þegar hann hugsaði hinn sterka og rétt hinn sterka, þá var hann að hugsa hann var ekki að hugsa eina hetju, hann var ekki að hugsa Davíð Oddsson eða Sigmund Davíð, hann var ekki að hugsa einn sterkan leiðtoga, hann var að hugsa hugmyndin var þessi, einungis með því að varpa af sér hugmyndin Guð og trúarbrögðin getum við tekist á við óreiðun í heiminum. Hann var ekki einu sinni að halda því fram að ef við vörpuðum hugmyndin Guð fyrir róða þá tæki við tóm og helvíti eða tilvistarkreppa eða neitt þess að þar. Það var meira seinni tíma viðbótar hugmynd tómhyggjuna. Ég er komin til mjög flókna hluti hérna, gerir mig grein fyrir því, en þið vonandi fylgi mér aðeins. Mér finnst hann ganga of langt þarna. Mér finnst hann ganga allt of langt þarna og ég spyr bara, var bara fúll á móti. Ég var bara fúll á móti og segi bara hvað með skaða sem hlýst af því að trúarbrögð og kenningakerfi þeirra eru heimfarið hugmyndafræði ríkjandi stjórnmálafla, sem alltaf að gera. Kíkið bara til Bandaríkjanna. Kannski misnotkun á Nietzsche sem að hann að... Já, mér finnst þetta leiðilega, hann að stytta sér leiðilega mikið og það svolítið það sem ég átti við með gagnrýni á kaflann, hann fer aðeins og hrætt yfir. Og mér langar bara aðeins að nefna hvað heimspekingarnir voru að segja á þessum tímum og reyndar dálítið breiðu tímabili. David Hume, hann skrifaði þessa bók hérna, Rannsókn og skilningsgáfunni og var að rannsaka skilninginn og var að rannsaka eðli þekkingarinnar og komst að alveg ofboðslega grimmum niðurstöðum sem birtist í þessum, þetta er bara loka málsgreinin í bókinni. Hann segir hérna, séum við sannfærð réttmæti þessara kenninga, það segja kenningarnar hvaða kröfur þurfa að gera til þekkingar til þess að hún geti talist réttmætt. Hvern usla hljótum við ekki að gera hvar sem við förum bókasöfn. Tökum oss einhverja bók í hönd, til dæmis guðfræðirit eða bók skólafrumspeki og spyrjum, geymir þessi bók einhver sértæk rök magn og tölur? Ég heyri að hann bara hugsa eins og vísindamaður. Er þetta að telja þetta? Er þetta að vega þetta? Þetta er bara vísindalega hugsunin. Nei, geymir hún þá reynslurök eða staðreyndir tilvist?
hægt að staðfesta það sem stendur í henni með tilvísun til reynslu eða eru í henni sannarlega staðreyndir það sem til eða ekki til. Ekki heldur, segir hann, þá skal henni á eld kastað því hún getur ekki geymt neitt annað heldur en hártoganir og hyllingar. Þessi hugmynd sem birtist í þessari stuttu málsgrein auðvitað mjög byltingakennd á þessum tíma. Þetta sem sagt, hann uppi þarna 1711 til 1776. Kaþólska kirkjan ennþá með full tök, skiljiði, á daglegu lífi fólks, á daglegum hugmyndaheimi fólks. Hverju á að trúa og hverju ekki trúa, hvað á að hafa fyrir satt og hvað ekki hafa fyrir satt. Í Suður-Evrópu. En auðvitað klakinn var að þiðna, hann að byrja að þiðna þarna. En það bara til áréttingar, þetta gríðarleg bylting í hugsunarhætti og nálgun. Og það pínu ósanngjarnt að segja að þetta sé bara trúarbragðagagnrýni. Hann að smíða nýja hugmynd þekkinguna. Þess vegna finnst mér ekki alveg rétt heldur að Halldór noti alltaf bara orðið trúarbragðagagnrýni. Það svo tilviljun að þetta rekst einhver leyti harkalega á við trúna. Hann hefði ekki þurft að nefna þarna guðfræðirit. Hann bara að hugsa hvaða rit sem hvað eina. Spurning hvað hann vill gera við skáldskapinni, það önnur saga. Tilvitnanir, Guð verður Guðinn að gæsalappa þegar allar skepnur mæla fram Guð. Þar fæðist Guð. Þetta Meister Eckhart sem enn fyrr á ferðinni. Þetta svona vísbending það að hugmyndin Guð sem skapaður af mönnunum, en ekki öfugt, hún miklu eldri heldur en meira að segja upplýsingin. Miklu eldri. Svo kemur hann Tryggvi Kalman Jónsson, ég þekki hann ekki, ég fékk þessar tilvitnanir upp úr bók hérna eftir hann Róbert H. Haraldsson, hann hefur skrifað dálítið mikið Nietzsche og það tvær mjög fína greinar Nietzsche hérna í þessari bók þar sem hann svolítið að reyna að útskera hann og bera blak á honum frammi fyrir öllum ásökununum og hérna hann vitnar í Tryggva Kalman Jónsson, ég dettur í hug hvort hann sé hérna sonur Jóns Kalmans, það hugsanlega skáld, ekkert óhugsandi. En þetta einhver 7 ára strákur sem segir þetta, ef allir sem fara til Guðs eru dauðir, þá Guð dauður líka. sem kannski ekkert út í bláinn að álíta ef maður 7 ára að prófa að hugsa Guð. Og svo kemur þessi tilvitnun í Nietzsche sem að Guð dauður. Þetta reyndar útgáfan sem svona krótið á veggi og klósetturðir og svona. Guð dauður, svo skrifa Nietzsche undir. Hann með mjög margar útgáfur af þessari staðhæfingu í sínum ritum. Þetta var þessar hérna tvær voru svona mitt innskot í pælinguna, bara til að útskýra að heimspekingarnir hafa mjög mikið að segja þarna og þó þeir sé ekkert endilega gagnrýna þá setja þær fram hugmyndir, heimspekingarnir og vísindamennirnir setja þær fram hugmyndir sem ætti að vera miklu meiri áskorun fyrir Halldór þegar hann að setja saman svona kafla. Hann hefði átt að hafa þetta meira með og bara brettu bermar og segja jæja, þetta leiðilegt, þetta erfitt en ég ætla samt að vita hvað ég kemst með þetta. Mér finnst hann aðeins vera að skauta framhjá. Við aftur á honum Halldóri og hvað hann hefur fram að færa. Hann sem sagt færi sig að sögu Guðs og frá heimspekingunum eins og hann segist alltaf að gera og það allt í lagi, ég ekki gagnrýninn það. Það bara önnur aðferð til þess að nálgast hugmyndina eðli Guðs, hvernig hann Það að kanna hvað sagt hann, hvernig hefur verið fjallað hann. Og hann bendir á myndir Guðs í Biblíunni, það eru gjarnan mannlegar myndir, hann býr yfir eiginleikum manna. Þetta alveg athyglisvert. Því að við erum með, í annarri hendinni erum við með hugmyndin almáttugan og algóðan Guð og þetta auðvitað bölsvandinn, þetta birtist þarna vandinn hið illa í heiminum. Ef að Guð ræður á endanum ríkjum í heiminum, hversna þá illt í heiminum, svo gamla klassíska spurning, ef hann algóður og almáttugur. En þarna, hann birtist líka sem bara svona ofboðslega mannlegur. Hann hefnir sín, hann miskunnsamur, hann reiðist, hann sýnir gæsku, hann heldur loforð og hefur einhvers konar líkama. Og það svolítið gaman að hugsa bara
hér dálítið gaman að staldra við og hugsa hver mín mynd? Hver mín mynd af Guði? Ég held að sko gamla hugmyndin mín, svona sem kom með barnstrúnni, var bara einhvern veginn svona. Það er Guð sem var mannleg og breyskur, jafnvel, en hafði líka mannsmynd í einhverju skilningi. Þið getið hugsað þetta hvert fyrir sig. Var hann gráhærður með skegg, hvaða mynd þarna á bakvið hugmyndina að það sé til Guð? Á hinn bóginn eru myndir á honum sem eitthvað sem gerólíkt mönnum, sem heilagur andi, eitthvað sem umlykur, sem handan alls, birtist í þessu eins og hinn fyrsti og hinn síðasti, sem svona þessi stóra hugmynd Guð sem afl, Guð sem anda, sem almáttugur, sem getur hvað sem getur allt, og þá einmitt alveg hinum megin á spýtunni, gjörólíkur mannskepnunni. Hann fjallar aðeins vanda trúarjátninganna og mismunandi trúarjátninga, hvernig þær eru ólíkar og ganga út frá ólíkum hugmyndum. Þetta kunna þeir félagar að skýra í raun og veru miklu betur. En á bakvið ólíkar trúarjátningar eru ólíkar hugmyndir Guð, hvernig hann og eðli hans. Það segir einfaldlega að þetta sé dæmi það hvernig trúin sett fram við mismunandi sögulegar aðstæður. Það sé afstætt við menninguna sem við erum stödd í, hvernig hugmyndin Guð sett fram. Hann talar Jesús og Guð samkenndarinnar, og þetta erum við búin að nefna þess. Það mynd af Guði sem fjölskylduföður fremur en mynd af Guði sem konungi, sem hinum volduga, máttuga. Það er miklu frekar mildur faðir, og í þessu samhengi spyr hann einmitt móðurina og konuna og hvar hún sé í myndinni af Guði og hvernig standi á því að það skuli virkilega vera ný hugmynd að Guð, eða til þess að gera ný hugmynd í hugmyndasögunni, að Guð sé kvenkyns eða hafi kvenlega eiginleika en ekki bara karlmannlega eða föðurlega, heldur líka móðurlega. Hvers vegna kemur konan ekki við sögu? Þannig pínu freistandi að hugsa. Þetta er bara eins og mannkynssagan. Það er ekki eins og konur hafi ekki haft nein áhrif á hvernig hlutinni gengur fyrir sig. Það er bara ekki talað það, það er bara ekki fjallað það er hvergi skrifað. Og þegar að skrifa Guð, þá er það bara sama marki brennt. Þetta fyrir ekki mér allavega freistandi skýring. En það getur haft svolítið afleiðingar sem ég veit ekki hvort þið eru sáttið. Það kemur ljós á eftir. Hann að fjalla okkur, í mynd Guðs. Hann er manneskjan í mynd Guðs. Hann búinn að snúa hugmyndinni við. Hver þessi maður? Hver þessi maður sem skapaður í mynd Guðs? Það er hvítur karlmaður á miðjum aldri. Þarna fjallar hann aðeins líka það bara hvernig mannskepnan hvernig við höfum meðhöndlað hvert annað. Hann talar svarta þræla sem ekki voru taldir til manna á vissu tímabili í sögunni skiljiði og svo framvegis. Þannig að velta vöngum yfir því bara hver erum við í mynd Guðs, sem svona, talsvert snúnara sjónarhorn. Og hann spyr, þarf að ryðja brautina fyrir nýjar myndir, hann fullyrir að það þurfa að ryðja brautina fyrir nýjar myndir af Guði. Orðar þetta svona, þurfa að finna nýjar myndir af Guði, manneskinu og heiminum, sem ryðja leið fyrir önnur mynstur og annan hátt til að fjalla efnið. Og svo vitnar mér þess að Sally McFay, notum heldur myndina af móðurinni Guð í því skyni að tala sköpunarstarf hans. Þetta er svona undir lok kaflans, það sem hann er kominn á. Og þá spyr ég aftur, fundum við upp Guð eða hvað? Eða var það öfugt? Og ég spyr, ef við getum skipt myndir, ef orðræðan og líkingarnar breytast með sögun og menningunni, má það hafa þetta til marks það að Guð sé einmitt okkar uppfinning. Ég ætla að stilla mig að segja ekkert nema okkar uppfinning.
En það má aftur spyrja, eða erum við að uppgöta hann meir og meir? Hann þarna, erum við að öðlast betri þekking á honum bara eins og þegar við til hafsbotnunum eða himingeimlum? Bara eftir því sem tíminn líður að þá fáum við betri þekking á honum sem var þarna, eða erum við ekki vísutandi, erum við að breyta honum með menningu okkar? Erum við að skapa hann? Og ég spyr svo hérna, má vera eftir því sem manninum fer fram, þá fari Guði fram? Og það er mjög skemmtileg pæling hvort að heimurinn fari batnandi eða versnandi. Það er fræðimaður sem heitir Steve Pinker, sem hefur ráðist að, hann kallar það tálsýnin hið illa, og hefur eitt miklu púður í það að sýna fram á að heimurinn að batna, hann sé stöðugt að batna. Og þá má velta fyrir sig hvort að Guð sé þá að batna leið, eða er það Guð sem er að stýra hlutunum þannig að við séum að batna? Hvort er það? Nú, aðeins mannréttindin, hann kemur inn á það bara örstutt, og Pétur píndi mig til að setja spurninguna fram hana með hinum spurningunum að ég ætti að hugsa þetta. Þetta er mjög áhugavert og kannski í raun og veru nær mér heldur en stóra spurningin eðli Guðs. En mannréttindi eru og urðu til í núverandi mynd einmitt á þessum tíma, loka 18. aldar, byrjun 19. Tilraun til að draga fram réttindi sem manneskjur hafa óháð stund og stað, tilraun til að setja fram algild réttindi sem allir menn ættu að njóta, algild, óháð aðstæðum. Og ég segi þarna viljandi ættu, það er mjög auðvitað að benda á að það njóta ekki allir menn þessar réttinda. Og grunnréttindin eru óháð samfélagi og menningu, réttur til lífs og frelsis og þar með skoðanafrelsis, og verndar gegn ofbeldi og mismunun. Og í grunninn, svo er talað réttin til atvinnu, og það eru nokkur fleiri réttindi sem eru miklu meira bundin því samfélagi sem við erum stödd í á hverjum tíma. Þetta eru allavega þau réttindi sem oftast er talað sem algild. Og það er einmitt verið að reyna að setja fram þessa hugmynd óháð því hvort maður er hvítur eða svartur, hvort að maður er kristinn eða íslamstrúar, eða hvort að maður er kaþólski eða hvort maður er trúlaus. Það er að segja, ef þú uppfyllir skilyrði að vera manneskja, þá nýtur þessara réttinda og þarft á sama tíma að bera þá skyldu að vera þessi réttindi annarra. Og ég segi bara þarna, það er ekki augljóst að trúarbrögð og þar með kristni leggist á sveif með mannréttindum. Það er ekki alveg sjálfgefið. Og ég spyr, þetta er í spurnaformi, ég ætla ekki að fullera þetta allt á stórt, við getum talað þetta eftir. En getur verið að það sé stundum vegna myndarinnar af manninum og hvernig hann á að vera. Síðasta glæran, er mögulegt að tala einn Guð, og þetta er hvort ekki að praktískt og frumspekilegt, eru Hildur Eir og fólkið í Westboro Baptista kirkjunni í Bandaríkjunum að tala sama Guð. Ég sá þátt á norsku sjónvarpsstöðinni fyrrakvöld, bara þar sem ég satt og var að lesa og hugsa og reyna að skrifa eitthvað, þá er þáttur þennan söfnuð í Bandaríkjunum og þau halda út til heimasíðu sem þið getið skoðað, og nokkrum heimasíður heitar. Ein þeirra heitir einfaldlega guðhatarhomma.com, godhatesfacts.com, og það er önnur síða af hverju Guð hatar mismunandi lönd. Guð hatar Ísland af því að við erum með gay pride og mikil réttindi samkynhneigðra, segja þeir. Og þeir segjast þær kristnir. Og já, þeir segja það. Og þess vegna verður spurningi gild. Er Hildur Eir að tala sama Guð? Og ef að Guð er ekki uppfundinn af okkur, heldur einn og einhver og alltaf til og eilífur, hvernig er hann þá? Er hann eins og Hildur segir eða eins og John hérna í Baptistakirkjunni segir? Þetta er mjög merkilegur sjónvarpsþáttur reyndar. Svo segi ég hérna meira ganni mínu. Er hugsanlegt að við höldum að Guð sé einn? Og þetta er svona frumspekileg smá grín pæling. Er hann í raun og veru eins og litur? Það er að við tölum að eitthvað sé gult og við erum sammála að það sé gult. Eitthvað er gult á litinn eða
eða bókin hans Gunnlaugs rauð, við erum sammála það, hún rauð og enginn deilir það hér. Einhver veit hann litblindur og segja ég veit hún rauð, ég trúi ykkur. En það mjög erfitt að sýna fram á að við séum samt að tala sama hlutin þegar við tölum rauðan, að við upplifum rauðan með sama hætti. Þetta svona smá djúp grín pæling í restina. Ég ætla að láta þetta gott heita og kannski með þessi aðeins svo lengi. Hei?